Herru, til hamingju með virkilega stóran og góðan sigur hérna á Þórsliði. Hvað var það sem skapaði helst þennan sigur? Breiddin, frábær innkoma á bekknum. Ég held að við höfum fengið 51 stig frá bekknum og mikla orku. Og mér fannst einmitt vendupunktur í leiknum vera þegar Unnsteinn og Ragnar Jósef komið inn á í þriðja leikluta þegar Þórsliði byrjaði eins og að gera alltaf seinni hálfleikinn vel. Og þeir snéru leiknum með góðri vörn, Dín og Eysteinn með þeim inn á vellinum og Pálmi og við töluðum og höfðum læti og þá svona fannst mér leikurinn snúast okkur í hag. Þannig ég myndi segja að frábær breidd í þessu liði hafi skapað sigurinn. Já, og þið voru nú heldur betur að bæta við ykkur öflugum leikmanni daginn, Jónum Sardan Stojanovic. Er ekki bara stefnan tekin lóðbeint upp? Við sögðum það fyrir tímabil að við stefndum upp og við breytum því ekkert, þannig að hann styrkir liðið okkar og ég var einmitt með hann inn á í fjórða svona. Það tekur oft tíma að læra að spila með nýjum liðsfélögum og mjög flottur leikmaður og virkilega flottur karakter eins og þið hérna fyrir norðan vitið. Hefur áhrif á sitt nærumhverfi, farin að vinna í skólanum og bara mjög flottur. Já, við þetta sáum hvernig Þórsaldi spiluð á hann, sko, einmitt á hann hálfgerðu frakki á hann átti ekki að fá að taka eitt þrist og síðan leið og hann fekk hann opinn að þá þetta sett hann beint í grillið á okkur, sko. Já, þannig að við þekkjum sitt af góðu einu. En þið töpuðu á móti Sindra daginn. Ég var nú búinn að spá því að þið færu taplausir í gegnum þetta tímabil. Hvað klikkaði í þeim leik? Svona ef við beinum sjónum að þeim leik? Það sem klikkaði þar var, ef við notum slæma íslensku, execution undir lokin, hvernig við vorum að klára sóknirnar og varnirnar okkar. Við náðum 12 stiga fórust í þriðja leikluta og þeir hittu stórum skotum á svona stór play sem þeir áttu á sínum sterka heimavalli sem var svona snéru leiknum, en stór hluti af leiknum í okkur var virkilega vel leikinn, en við bara, þetta var eiginlega akkúrat öfugt með marga leikina sem við höfum að spila í vetur, þar sem við höfum kannski ekki alveg verið á öllum silindrum, en náðum að klára leikinn undir lokin og þarna fannst mér vera á fleiri silindrum en vanalega, en náðum mikið klára undir lokin. Þannig að þegar þú ert í 27 leikja deild, þá er erfitt að fara að tafla sig gegnum tímabilið og Sindri er virkilega öflugt lið með mjög góða, sterka leikmenn og vel þjálfaðir og góðum heimavalli, þannig að það var engin skömm að tapa fyrir þeim, frekar en öðrum liðum í þessari deild. Einmitt, eins og þú heyrið þá vil ég helst sem minnst tala um þennan leik, en þetta algjör verkun, en þú tekur ansi góðu búið í Álftanesi og Hrafn Kristjánsson búinn að þjálfa síðustu ár og þú bara tekur og bæti við. Er ekki svaka körfuboltastemning í Álftanesi? Jú, þegar ég kom inn í þetta þá svona vissum maður ekki alveg, ég er náttúrulega álfnesingur og hef fylgst með félaginu vaksa. Ég vissi ekki alveg svona hvert við gátum farið með þetta. Ég viðurkenni það alveg. En svo þegar ég var búinn að vera í svona 1-2 mánuði þá sá ég, við erum mögulega bara á barmi þess að búa til nýtt körfuboltaveldi á höfuðborgarsvæðinu. Og þegar ég sá það er mikil aukning í yngri flokkunum. Það eru á annað 100 iðkendur í deildinni, ef ég tel rétt. Og mjög mikill körfubolta áhugi. Ég labbaði gegnum Álftanesskóla daginn og þetta var bara svo LeBron James var mættur aftur heim til Cleveland, sko. Það er allir að pæla í liðinu og einn fótboltaþjálfarinn í byggðarlaginu sagði mig að hann sagði að þeir eru bara að taka fram úr okkur, en þetta er náttúrulega engin keppni neitt svoleiðis, en það er rosalegur áhugi þarna og vel mætt á leikina og þannig að ég myndi segja að það sé svona verkefni að við séum að búa til eitthvað til framtíðar. Byggðarlagið er að stækka, nánast held ég tvöfaldast og við erum í dauðafæri. Hafið mikið meðbyr og ég bara óska ykkur til hamingju með árangurinn fram að þessu og gangi ykkur bara vel í framhaldinu. Já, takk fyrir það og ég ætla að fá að nota tækifærið og hrósa Óskari Þór sem er einn af mínum uppáhaldsþjálfurum og ég sé virkilega mikla framfarir á þessu Þórsliði, en þá skáta á það vel fyrir þennan leik og fylgist með þeim og maður sér vegferðina sem hann er á og þannig að þið Þórsari getur verið stoltir af góðum þjálfara. Takk fyrir það.